Hvernig fljúga flugvélar? Í raun þá vængur flugvélarinnar hannaður eins og fuglsvængur, þar að segja, loftið fer hraðar yfir vænginn heldur en undir hann. Þetta gert með því að hafa vænginn aðeins kúptan upp og þá virkar það þannig að loftið sem að fer yfir vænginn fer hraðar. Hefur það eitthvað að segja? Þetta blað. Sjáðu, ef ég blæs ofan á blaðið, þá fer það upp. Þetta vegna þess að loft sem fer hratt eða hraðar skapar minni þrýsting heldur en loft sem fer hægar eða kjört. Þannig það loftið sem fer yfir vænginn sem togar hann upp, frekar en að loftið sem lendir undir vængnum lyfta honum upp. Það ekki þannig. Þetta loftið ofan á sem togar hann upp. Þið finnið þetta svolítið þegar þið setið í flugvél og hún að taka loft. Þá þarf vélin að komast á ákveðin hraða. Þá finnur maður, ef maður horfir á vængina og að fylgjast með þessu, maður finnur á hvaða hraða, þó við vitum ekki töluna, við finnum þegar að vængirnir byrja að lyftast og rífa vélina að lokum upp. Það fer eftir þyngd vélarinnar og stærð og lögun vængjana, hvað þetta mikill hraði. Síðan þetta að breyta á farþegaflugvélum, til dæmis og flestum flugvélum, lögun vængjana pínu. Þetta sjáum við og finnum til dæmis þegar við erum að lenda. Þá hægir vélin á sér í loftinu. Það gert og maður heyrir og sér að þá hreyfist aftasti hluti vængjanna niður. Það til þess að breyta lögun þeirra þannig að lyftikrafturinn verður í raun meiri á minni hraða. Þannig að vélin hægir á sér og þá hægt að lenda á minni hraða.